Þetta þarf að vera alveg svona. Heyrðu, má ég biðja ykkur að koma hérna aðeins framar vegna þess að við erum að reyna svo aðstæðilegt að hafa tóma stóla hérna með streymi, þá er eins og enginn sé á svæðinu. Og hérna... Já, ekki vera feimnir. Háránlegu mikrofón. Afsaki. Já, það dónalegt. Blessaður. Heyrðu, ég heyrði æðislegt útvarpsviðtalið. Já, takk fyrir það. Svona, þú veist að ég hlusta bara rosa. Já. Nei, ekki bara hattastandur, það er þannig. Jæja, þá ætla ég bara að byrja þetta. Það er alveg ótrúlega gaman að sjá svona marga. Þetta er náttúrulega lífið okkar ellega í Stangaeyjafélaginu. Ég er hérna með skrifaða ræðu sem ég ætla að reyna að fara eftir með þennan mikrofón í höndunum. Og svona. Kæru gestir og kæru frambjóðendur, verið hjartalega velkomin. Við erum hér í kvöld til að ræða framtíð Elliðaánna. Elliðaánnar eru hluti af sögu Reykjavíkur og hluti af ásýnd borgarinnar. Og hluti líka af lífsgæðum þeirra sem hér búa. Þær eru náttúra í miðri borg, sveit í borg. Þetta er magnað. Fyrir suma eru það veiðiá, fyrir aðra gönguleið, kyrrðarstaður eða fyrsti staðurinn þar sem batt sér lagstökkva. Það var svona það væmnasta í ræðinni. Og kannski er það einmitt kjarni málsins að Elliðaánnar hafa gildi fyrir miklu fleiri heldur en bara þá sem er að veiða í þeim. Stangaeyjafélag Reykjavíkur var meðal annars stofnað til að vernda Elliðaánnar og standa vörð lífríki þeirra. Sú ábyrgð hefur fylgt frá fyrsta degi og í 8, 10 og 7 ár hefur félagið minnt á að hér er ekki aðeins útivistarsvæði að ræða, heldur lifandi og viðkvæmt vistkerfi. Og það er kjarni málsins. Elliðaánnar eru einstakar en þær eru líka viðkvæmar. Þess vegna er mikilvægt að þessi rætt af alvöru, af þekkingu og af ábyrgð. Við höfum boðað til þessar fundar vegna þess að framtíð ánna varðar okkur öll. Hún snertir náttúruna, borgina og komandi kynslóðir. Og hún kallar á það að við tökum skýra afstöðu. Því að það sem tapast í svona vistkerfi er ekki svo auðveldlega endurheimt. Við vonum að umræðin í kvöld verði skref í átt að meiri vernd og skýrari stefnu og meiri virðingu fyrir Elliðaánum. Svo á þetta að vera helst bara svolítið casual. En á aðalfundi félagsins var samþykkt ályktun sem við munum sýna hér og þar eru dregnar saman áhyggjur félagsins af því hvernig smá saman hefur þrengt að ánum. Gjörið svo vel. Aðalfundur Stangaeyjafélags Reykjavíkur áréttar afdráttarlausa afstöðu félagsins að vernd Elliðaánna, fiskistofna og annars lífríkis í vatnakerfi þeirra sé forgangsmál. Fundurinn lýsir yfir þungum áhyggjum af því að sífellt sé sótt harðar að ánum úr mörgum áttum og telur að stofnanir Reykjavíkurborgar hafi ítrekað sýnt gáleysi í málefnum ánna. Elliðaárnar eru meðal bestur lax- og silungsveiða áa landsins og jafnframt einstakt náttúrufyrirbæri í miðri höfuðborg. Lífríki þeirra er frjósamt en viðkvæmt fyrir álagi. Stangaeyjafélagið var stofnað til að vernda árnar og sú ábyrgð stendur óhögguð þótt tæp 90 ár séu frá stofnun félagsins. Umfangsmiklar framkvæmdir eru fyrirhugaðar í nágrenni ánna, þar á meðal uppbygging 1000 íbúða á Ártúnshöfða og framkvæmdir tengdar borgarlínu. Sérstakar áhyggjur vekur fyrirhugað jarðarask á Geirsnefi, þar sem verulegt magn spilliefna er í jarðvegi, enda er svæðið að stórum hluta uppfylling úr tilfallandi úrgangi, bílhræjum og öðru rusli. Fundurinn áréttar mikilvægi þess að á engan hátt sé gengið gegn sjálfbærni lífríkisins í boðuðum framkvæmdum og öðrum sem síðar getu orðið. Það á einnig við skipulag og mögulegar framtíðarframkvæmdir á áhrifasvæði efsta hluta vatnakerfis Elliðaánna, þar með taldar árnar sem renna í Elliðavatn
og vatnið sjálft. Slíkar framkvæmdir geta haft ófyrirséðar og alvarlegar afleiðingar fyrir vatnasvið Elliðaánna. Jafnframt lýsir aðalfundur yfir áhyggjum af þeirri markvissu stefnu Reykjavíkurborgar að auka umferð Elliðaárdal með umfangsmiklum fjárfestingum í innviðum, leiksvæðum, göngu, hjóla og hlaupabrautum. Nú liggur jafnframt fyrir yfirlýst markmið borgarinnar að gera dalinn að sérstökum áfangastað ferðamanna. Fundurinn varar við að slík þróun án fullnægjandi varúðar og stýringar geti ógnað viðkvæmu jafnvægi ánna. Fundurinn gagnrýnir einnig að brúm yfir Elliðaár fjölgi stöðugt án þess að nægilegt tillit sé tekið til lífríkis og fiskgöngu við hönnun mannvirkja. Nú þegar liggja 14 brýr yfir veiðisvæði Elliðaánna frá Ósi að stíflu við Elliðavatn og að minnstakosti 2 til viðbótar eru í burðarliðnum yfir góð en viðkvæm veiði og hvíldarsvæði fisks í ánni. Stangveiðifélagi telur nóg komið af slíkum framkvæmdum og hvetur Reykjavíkurborg til að falla frá áætlunum frekari brúarsmíði. Jafnframt er mikilvægt að endurhanna í sumum tilvíkum lýsingu á nýlegum brúm sem varpar mikilli birtu ofan í viðkvæm ársvæði. Aðalfundur telur ósamræmi felast í því að Reykjavíkurborg tali ágæti og fágæti Elliðaánna á tyllidögum en sýni fiskistofnum og vernd ánna ekki nægilega athygli í daglegri ákvarðanatöku. Aðalfundur Stangveiðifélags Reykjavíkur hvetur Reykjavíkurborg og aðra ábyrgðaraðila til að stíga varlega til jarðar í málefnum ánna. Þær eru ekki aðeins útivistarsvæði heldur lifandi og viðkvæmt vistkerfi sem hefur þjóðlegt og alþjóðlegt gildi. Tryggja verður að komandi kynslóðir geti notið ánna með þeim gæðum sem þær búa yfir í dag og fiskistofnar fái dafnað ókomna tíð. Að lokum skorar aðalfundur SVFR á alla stjórnmálaflokka sem bjóða fram í komandi borgarstjórnarkosningum að taka saman höndum raunverulega vernd Elliðaánna og tryggja að orðum gildi þeirra fylgi skýrar efndir í stefnu og framkvæmd. Svona var það. Halló. Þetta er svolítið skrítin. Já. Hérna, að því við vorum nú að tala að við erum öll saman í þessu og við höfum svona upplifir þegar þú ert að veiða átnar og þetta í sjálfu sér í allt í lagi vegna þess að þetta er ekkert sem er að pirra okkur. Þó þessi kafari, þetta er svona eins og að gæti verið laxeldisgaur en vonandi ekki. En þetta fengum þetta gjöf, þessi mynd, kemur frá Þorleifi Friðriki sem var formaður árnefndar Elliðaánna árið 1975 og hann gaf okkur þetta í gær og þetta á alveg ótrúlega vel við og þetta er æðisleg mynd. En svona til þess sem að veiða hundasteina, þá bara fólk að koma upp í Árbæ og alveg bara hvernig gengur? Bara vel! Þannig að þetta er allt í lagi, sko. Þetta er skemmtilegt. En við erum ekkert rosalega svartsýn yfir ánum, framtíð ána, vegna þess að Jóhannes Sturlaugsson núna ætlar að koma og segja okkur frá stærstu göngu sem hefur komið í Elliðaárnar. Hvað á þessari öld eða að taka lengra aftur, Jóhannes? Já. Sko. Þannig að ég ætla bara að bjóða þig velkomin hérna upp og fræða okkur hin hérna aðeins þetta. Já, ég ætla að reyna þetta nú ekki þannig fundur að þið sleppið við gröf og ýmis leiðindir sem eru frekar leiðingjöld. Þannig að við höldum okkur hérna við rapp og ég vil reyndar fljótur því að ég veit frekar ef einhverju hafa spurningar sem nú kannski aðalega til félaga minna en þó að getur verið á mínu sviði þá vil ég frekar svara því og eftir. Og hérna bara, ég fekk að láni 2 myndir, af því að það voru svo sniðuð bara til að minna ykkur á hvað hefur breyst núna á síðustu 45 árum. Það mynd þarna til vinstri frá 1980 og svo þarna frá 2020 til hægri og það hefur ýmislegt breyst og það kemur fram í vexti seiða og annað. Já,
beint, svona já. Heyrðu, þetta bara, það er bara spurning hvort ég ræði við hann er svona þungur. en þetta kemur, hérna, við skulum bara fara í gegnum þetta því að það vanalega myndi ekki láta mig detta í hug því að þessi veiðikalla vita meira en maður sjálfur en núna eru kannski einhverjir hérna sem vita ekki jafn mikið og þeir þannig að ég bara fer í gegnum þetta hvað að finna þarna í blessuðum ánum það laxinn og hann byrjar auðvitað sem hrogn ykkur staðar á botni og þeir eru nú frekar seint að hrygna hérna en gott og vel svo kemur þetta upp á vori og byrjun sumarsendar aðalega étur upp kviðbókanæringun og fer síðan og stjá eftir æti og þá lítur þetta svona út með svona fingramerki á hliðinu, smáseiði kallað. Þetta nú ekki nú góð mynd en sýnir samt þetta sem ég ætla að segja að vorinu þegar að gönguseiðan fara út sem hér iðulega eftir 2 eða aðalega eftir 2 ár að þá eru einhverjir orðnir nógu stórir og þroskaðir til þess að fara í sjógöngubúning eins og silfraðir einstaklingurinn efst. Hérna sjáum við það. Sem sagt, í Elliðaánum eru seiðin að verða gönguseiði sem kallað á 2 til 3 árum, aðalega 2 árum í Elliðaánum. En í ánum hérna fyrir ofan, Hólmsá og Suðurá, þar sem svona erfiðar að alast upp, þar eru seiðin yfirleitt 3 ár. Þannig að hvað þýðir það með aðrar ár á landinu? Já, þýðir það að Elliðaárnar eru afskaplega frjósamar og það finnast meiri segja eins á gömul gönguseiði hér, eins og á Breiðdalseyjum. Það er ekki á hverju ári. Þannig að hvað þýðir það að vera með svona frjósama og ung gönguseiði? Jú, það gerir það að verkum að þau eru fljót að fara til sjávar og hver vetur skiptir máli. Þannig að framleiðslan er mikil. Það eru svo mikil afföll á hverjum vetri. Þannig að það er afskaplega allt gott hér. Svo þegar hann kemur tilbaka, já hvað hann lengi í sjónum, þeir sem ekki veiðimenn í salnum, hann yfirleitt 1 ár í sjónum og þá kallast hann smálax og svo kemur stólaxinn eftir 2 ár. Og þarna nú meira segja eitt sem ég var búinn að klippa veiðugan af þarna í fossinum, komið tilbaka, vantarlega eftir 2 ár, hann er svo vænn. Og við komum að því og eftir okkur ég var að klippa veiðugan af þeim, en sem sagt kallaður hrygningarlax, nýgenginn, silfraður. Og svo þess sami fiskur að haustunu búinn að breyta lit, komin í annan búning, hrygningabúningi sinn. Og þarna eru við með hangin neðar og hrygnan auðvitað ofan eins og kvenkynnið ævinlega. En við hefum bara sætt okkur við það. Og síðan, hvað gerist að haustunu? Bara svona til þess að taka ykkur alveg í gegnum vegferðina, þá auðvitað para þessi félagar sig og þarna er hangur og hrygna saman á eins og maður kallar hólu. Og það sést nú geislinn þarna frá vasaljósinu þegar ég að eldast við á en af hverju er ég með þessa mynd? Já, hún er svona til að minna á þetta sem gerðist þegar við endurheimtum hrygningar svæðið þar sem áður var Árbæjarlón. Þetta er akkurat þar og þetta er ekki bara hrygningarsvæði, þetta er líka uppeldissvæði og af hverju voru þeir ekki bara hrygna þarna og alast upp áður? Var ekki nóg vatn þarna? Jú, það var það en það var drullubotn og það var auðvitað allt og mikið dýpi fyrir hrygningu. Þannig að það var ekkert að gerast þar og þetta er eitt af svæðunum sem eru nægilega flöt til þess að þetta eru sko virkilega dýrmætt hrygningarsvæði. Það er stór kafli af Elliðaánum með allt og hratt reynsli og allt og leiðilegt undirlag. Þannig að það er í raun og veru var gríðarlega mikilvægt að fá þetta inn svona til að koma því að. Og við erum ekki bara með lax, við erum með urriða sem eru þá urriða sem ganga í sjó hérna, sjóbirtingar. Og mér minnist þetta þegar ég byrjaði hérna 2011, þá komu 150 eitthvað sjóbirtingar í gegnum teljaran það sumar. Og það var megni af því voru bara svona 20, 30, 40 centimetrar, en það voru kannski 10-20 stórir. Núna eru þeir á bilinu 800 til 1000 og í sumar voru þeir hátt í 160 yfir 50 cm. Það er aðeins munur. Og svo er þetta eitthvað fleira þarna, þó maður sé ekki að eldast við það eða tala um það dagstaglega. Állinn okkar, hann er þarna og maður hefur reykist á það alveg upp í metraslanga og þeir, eins og sést á efri myndinni, það er nú ekkert vesen fyrir það ef ykkur hindrun, þá bara fara þeir upp á bakkan og fara fram hjá því og svo aftur út í. Það er aðeins svona þægilega heldur en hjá laxinum. En
það styttist í þessu, en áður en nú erum við búin að tala um fiskana. Það eru jú einhverju fiskar eftir, en þeir eru kannski ekkit á sérstöku áhugasviði hjá mörgum, hottsílin, og reyndar ein bleikja, alveg ótrúlega lítið af bleikju sem skólast niður úr Elliðavatni, því að þar eru þetta. Og svo eru þetta urriði, bleikja og lax í ánum fyrir ofan, aðalega urriði og lax reyndar í nokkur mæli, og við erum að reyna að auka það. En þessi mál ganga ekki bara fyrir sig með því að rappa þau og allt það. Það búið að vera að vakta þetta kerfi. Fyrst var það Veiðimálastofnun hérna í den, og síðan hef ég verið núna síðustu 15 ár að sjá það, og þannig að það eru komið 37 ár á vöktun, og þessi á ekki bara ykkur vöktun, þetta aðal einkennis á landsins. Það farið með gögn úr þessu á fund Alþjóða Hafrannsóknaráðsins á hverju ári, og þá eru þessar lífslíkur og annað sem maður að mæla, sem við komum aðeins inn á eftir, notaða þar til þess að segja hvernig hefur gengið. Og hvað þá að vera að gera? Við skulum kíkja á það, en það eru gönguseiðin sem eru þá í rauninni, við getum kallað talin á leiðin út og merkt til þess að ákvarða stoppstærð þeirra og endurheimtur á leiðin út. Það eru göngur hrygningarlagsins og urriða sjóbirtinga sem að fara teljaran og hvernig það kemur fram í veiði. Síðan eru það smáseiðin sem eru rafveit og haustin til að fá fram hvernig gekk hrygningin, klakið og uppeldið í ánum, seiðabúskapurinn svokallaði. Og síðan það hitafarið með því að mæla hitan árið kring, 10 mínútna fresti. Hvernig aðtapna menn sig við þetta? Jú, það gildur mannvirki. Það orðið dálítið fínt í dag eins og sést þarna á neðri myndinni og hérna til hliðar við gömlu rafstöðuna. En hvernig var það? Það var svona lengst af, þangað til 2004 og virkaði bara fínt, þannig séð. En það var fínt að uppfæra það og það má þakka Orkuveitu Reykjavíkur fyrir góða vinnu þar og ég var nú fenginn í að hanna þetta með þeim. En þarna bara svona, fyrst ég með ykkur hérna og þið sleppið ekkert svo öðvöldlega, þá allt í lagi bara að kenna ykkur það hvernig þetta gerist allt saman. Hérna koma seiðin niður ána á vorin og nú fara það að ganga, þú voru reyndar örugglega byrjuð að ganga í fyrra, það var svo hlýr apríl í fyrra, en nú ekki sömu hlýindin. En í maí þá koma þau niður, þau lenda á þessum ristum, hoppa og skoppa þar, fara í rennu og í tunnu hér og svo mæti ég 2 á dag, kipi með tunnunni, mæli, set merki í trjónun á þeim, eða snoppuna, og svo koma þau áruna eftir upp og 2 árum sem stóllaxar, hérna upp og hér teljari í og það við sjáum sem sagt þá ekki bara hversu stóru þeir eru, heldur líka hvers kyns því að þetta kvikmyndað og maður fer yfir það að veturinn hvort þetta eru sjóbirtingar eða laxar og maður sé líka hvort að veiðugin á þeim eða ekki og þá veit ég hvað eru margir sem komu úr þessu sem ég merkti. Þannig að það alveg hárnákvæm mæling á stoppstærðinni. Og þetta nú að styttast. Þetta þegar maður að merkja blessuseiðin. Þarna eru þau að fara upplesaðir, þetta nú laxar. Það hérna hægra megin allt lax, svo glittir hérna í sjóbirtinga, 3 í bland. Og þetta ansi stæðilegt. Rafveitt, þarna seiðabúskapurinn og svæðin upp frá, bara falleg hérna eins og niður frá, bara öðru ísi. En áður en ég lík þessu, þá verð ég að taka hérna, halda áfram með það sem að Ragga sagði, þó ég sé ekki með gröfin og neitt slíkt, að þá verð ég að klára að hérna, þó að það sé ekki hægt að vera að tala kannski fram og tilbaka met í náttúrunni, af því að það bara, náttúran bara náttúran og hún gengur þannig fyrir sig. En þá þetta gaman og ríflega það að segja frá því að svona vel gangi í Elliðaánum eins og núna. Það eru sem sagt í fyrra þá voru þetta ríflega 3400 laxar sem gengu í ána og tæplega 900 sjóbirtingar og þetta þetta
það má ekki gleyma því að það hefur alltaf verið reynt og hefur verið hugsað vel árnar. Það hefur verið stangveiðifélagið, hefur verið hérna burðarásinn og það hefur verið orkuveitan og áður en það var rafmagnsveitan og þannig hefur þetta gengið vel en við þurfum að halda áfram eins og þau voru að segja og það að mörgu huga og það er verið að tala hættur og hinn og þessu. Eitt sem bara svona af því að það vill gleymast. Það það að við þurfum að fá allt vatnið á vatnasviðinu áfram í ána. Eða árnar, vatnið, árnar fyrir ofan, stöðuvatnið og hingað. Það að segja, ef það eitthvað vatn, þá ekki að leiða það í einhverjar lagnir og svo endar það í einhverjum rörum einhvers staðar út í sjó. Við þurfum að ef það eitthvað sem þarf að hreinsa, þá hreinsum við það eins og það gert oft með setræðir og annað við bílastæði og annað. En við þurfum að fá allt vatnið, því ef við ætlum alltaf að hirða vatnið meir og meir, þá verður eitthvað lítið eftir að vatni í ánni. Þannig að þetta eitt af því sem það er að passa. En það er allavega gaman að hversu vel gengur með þetta allt saman. Og í lokin, að þá hefur maður hérna í gegnum árin og ríðlega áratug núna af þessum tíma sem maður hefur verið með smá fræðslu hérna á bakkanum. Og það þetta ekkit skafið af því að þetta yngsta fólk okkar, það alltaf algjörlega þvílíkt upptekið að því hvað þetta merkilegt allt sem það og það bara vantar tækifærin þannig að hvert tækifæri sem býðst nýtt í þaula og ég nú haft góða aðstofamenn meðal annars Anna Dalrúnu dóttur mína og dýrasakfræðing hérna og við erum einmitt að fara í haust í grunnskólana hérna aðeins að gera meira úr þessu en þetta svona dæmi það að það þarf að skila þessu öllu ekki bara náttúrunni til komandi kynslóða heldur ég ekki að tala áhuganum, hann kemur sjálfkrafa þetta bara að leiða saman kynslóðir og náttúru og elliðárnar viljum við auðvitað hafa í topp ástandi áfram. Það ekki hægt að koma þessu niðar þannig að þakkarglæran verður að bíða. Takk fyrir það, Jóhannes. Verið velkomin aftur. Ég heiti Hrannar Pétursson. Ég ætla að taka að mér að stýra umræðum sem að frambjóðendur til borgarstjórnar hafa verið svo vænir að mæta til að taka þátt í. Við ætlum að reyna að hafa þetta svolítið bara svona óformlegt. Við röðum okkur hér upp. Við reynum að hafa þetta svolítið knappt. Ég vil að ef einhverja spurningar liggja á ykkur, kæru gestir, þá endilega bara réttið upp hönd. Ég stýri því hver fær að spyrja. Ég spyr sjálfur alls konar spurninga. Ég mun biðja frambjóðendur um að kynna kannski svona sína sín fyrir svæðið í heild á mínútu. Svona í upphafi þessarar viðræðna og ég mun örugglega að setja bara skegklukkuna á og láta bjölluna hringja eftir 1 mínútu og reyna svona að halda frambjóðendunum innan þessari tímamarka. Ég veit ekki alveg hvað þetta mun taka langan tíma. Við ætlum hins vegar ekkert að teygja lopan. Við ætlum bara að reyna að eiga gott og heilbrigt samtal. Mér langar þó að segja að það er ótrúlega gaman að vera að taka þetta samtal núna út frá svona þessari góðu stöðu. Það að segja við erum að tala saman í sterkri stöðu en við erum ekki að rífast út frá einhverju veikri stöðu. Og umræðurnar munu væntanlega svolítið snúast það hvernig ætlum við að halda þessari ótrúlega sterku stöðu í ánum og hvernig ætlum við að sjá til þess að Elliðaárdalurinn og Elliðaárnar verði áfram þessi ótrúlega perla sem hún eða þær eru. Frambjóðendur, kæru, maður bjóð ykkur að stíga á stokk. Við erum auðvitað félag sem horfir í hverja krónu og þess vegna eru ekki nema 2 hljóðnumar í boði hér í kvöld. Við verðum að láta það á ganga á milli. Eru svona mörg framboðir ekki á? Ég held að þetta verða 30 sekúndur á mann. Nei, látum það vera mínútu. Helga, má ég biðja þig að vera tímavörð? Og kæru frambjóðendur, mér langar eiginlega bara að biðja ykkur að sirka stoppa þegar klukkan hringir.
Já, þú varst nú ekki að vinna þér mörg atkvæði með þessu að taka fána stangvegafélagsins og setja hann í gólfið, en já, tækifæri. Heyrðu, já, ég held við reynum kannski bara að taka þetta hérna frá vinstri til hægri í svona stutta yfirferð. Ekki annað hljóðnemi þarna á hinum endanum? Nota útiröddina, voru við að slökkva á honum eða hvernig var það? Eða það var kveikt á honum. Heyrðu, ok, við notum allavega þennan sem virkar. Ég fæ bara að byrja hérna á vinstri kantinum, það er að segja, já, vinstri hliðin allavega. Bara að þú kynnir þig fyrir hérna hver þú ert og hvaðan þú kemur og svona örstutt yfirlit það hvað þér finnst og hvað þínu framboði finnst þetta ásvæði. Þennan dal fyrir geðu. Takk fyrir komið sæl, ég heiti Sigurður Rúnarsson og kem frá flokki fólksins, eins og þið vitið mikið stangveiðimenn í þeim flokki. En við höfum auðvitað áhuga á öllu lífinu og fólkinu sem býr í borginni, þannig að við höfum áhuga á því að fólk líði vel og við viljum líka að stangveiðimönnum líði vel. En það er auðvitað eitt af því sem hefur verið áhyggjuefni okkar í flokki fólksins og það er auðvitað þær framkvæmdir og þétting byggðar sem hefur verið í bígerð. Bæði við Keilufell og svo hér út með ánum og það er auðvitað stemt í það að komi hraðlegir almenningssamganguna þvert yfir árnar og svo meðfram þeim. Þannig það er að mörgu að huga og að gæta að og við ætlum að leggja okkar á vogarskálarnar að þetta fari saman, þetta sem útivistarsvæði annars vegar og líka sem veiðisvæði. Þannig að ég heyri nú ekki klukkunar að hringja, þannig ég held bara áfram með það. Góðan daginn, Ingimar Þór Friðriksson heiti ég og ég ætla að nota mína mínútu bara til að segja hvaðan ég kem. Ég svona hefðbundinn strákur í Háaleitinu og fór mikið í veiði með pappa. Þannig að ég var mikill veiði strákur í den og ég hef farið ég nota þennan dal mjög mikið. Ég hjólaði með fyrir í vinnustad mjög oft framhjá, þetta er dásamlegur dalur og ég farið með börnin mín í þennan dal og síðan var ég var veiðivörður í Korpu 1989 þannig að ég þekki ykkur sum og passaði upp á að menn var ekki að húka hann í sjávarfossinum en auðvitað er þetta bara órjúfanlegur hluti okkar menningu að hafa ár og þetta er náttúrulega algjör perla að vera með á inn í miðri borg og við þurfum að gæta vel að þessari á. Takk fyrir. Góða kvöldið. Sælverði. Ég heiti Björg Magnúsdóttir, ég er oddviti Viðreisnar hér í Reykjavík. Gaman að vera með ykkur. Þetta svæði hér hefur bara afskaplega mikla persónulega þýðingu fyrir mig. Við eigum okkar bestu stundir hérna í dalnum við fjölskyldan, bæði við laxveiðar og hérna út á þessu leiksvæði og víðar. Það var tvennt sem gerist á fæðingardeildinni því ég átti son minn, hann var skráður á leikskóla og í Stangó. Ég ætla bara að fá að taka það fram, kannski er einhver atkvæði út á það. En þetta er eins og fram hefur komið bara ein af perlunum í Reykjavík og þetta eru auðvitað fjölnota svæði. Þú veist, ég er hérna að hlaupa með hundinn minn og svo er maður að renna fyrir laxi og koma hérna að leika með börnin og þá að gerast eitthvað frábært hérna í toppstöðun og svona. Og ég skil alveg að það liggi hagsmunir víða og svo þetta Borgarlínan og Ártúnsholtið og Höfðin og fleira. Það skiptir náttúrulega bara rosalega miklu máli ef við áttum okkur á því hvaða gæði eru fólkin í því og hvaða forréttindastöðu við erum í sem höfuðborg að hafa hér virka laxveiði á. Já, og pössum bara vel upp á þessi gæði þannig að framtíðar kynslóðir fái að njóta. Góða kvöldið, Bjarni Guðjónsson, ég er í öðru seti á lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Okkar sýn í þessum málum er nokkuð skýr. Við viljum tryggja þessa náttúruperlu sem árnar eru og dalurinn er og Sjálfstæðisflokkurinn hefur gert það í gegnum árin. Við í leiðinni og það sem er algjör grundvöllur fyrir að ánum verði tryggður þá farvegur sem hann er komin í dag er samtal við fólk sem er hérna frá degi til dags og þekkir árnar. Það hefur verið skortur á því og því viljum við breyta. Í samhliða þarf að vera hérna uppbygging og hún hefur átt sér stað og hefur verið fín eins og er búið að koma inn á
en það þarf jafnframt að tryggja það þegar hún heldur áfram að hún gangi ekki nærri ánum, eins og þétting byggðar og svo framvegis. Og þetta viljum við í Sjálfstæðisflokknum tryggja að geti átt sér stað og gengi saman hönd í hönd. En umfram allt að tryggja það áin og dalurinn verði svo perla, náttúruperla sem hún er. Já, góða kvöldið, Einar heiti ég, oddviti Framsóknar í Reykjavík. Það er nú allir búin að segja cirka það sama, en það er ekki allir búin að segja það samt. Þetta er náttúrulega náttúruperla eins og þið vitið og myndbandið hérna áðan, það fannst mér nádaldið utan bara áskoranirnar sem við erum að glíma við hérna. Það er heilmikil uppbygging í dalnum, hún er fyrir fólk. En við verðum að gæta okkar og það er ekki gott að það sé verið að hanna ný mannvirki sem er að þjóna hérna hjólreiðamönnum og lýsingin er beint ofan í ána. En það er líka heilmikil uppbygging á Ártúnssjóðanum framundan og borgarlínu brú yfir og það eru landfyllingar og landfyllingar geta breytt straumum og gert það að verkum að seiðin komast ekki út og ringlast og deyja og þannig að það er að mörg að hyggja en þetta er bara náttúruperla og henni þarf að aðgangsstýra. Ég rak augun í þessi áform höfuðborgarstofu að gera þetta að vinsælum ferðamannastað. Ég er algjörlega á móti því að þetta er fyrir Reykvíkinga og veiðimenn og munum það að laxar eru líka Reykvíkingar. Já, laxar hafa samt enga kennitölu. En Líf heiti ég, kem frá vinstrinu og strangt tekið ætla ég ekki að endurtaka allt sem sagt er hér. Við leggjum okkur mikið fram við að varðveita sem mest lífríkið og passa upp á það. En við verum líka náttúrulega átt okkur á því að við búum í borg, þetta er einstök náttúruperla. Hún er undir hverfisvernd. Við höfum þegar deiliskipulagt Elliðaárdalinn sem slíkan. Við þurfum að framfylgja því og við þurfum auðvitað í ört stækkandi borð. Þá þurfum við að vera með mótvægisaðgerðir og gera ráð fyrir þeim og vera í samtali hvernig við hlúum sem best að lífríkinu. Það er gott að við tókum stífluna, við sjáum það á talningum á laxaseiðum og stofnum og göngu laxa hérna, við þurfum að halda því áfram. Þannig að við höfum gert margvísleg plön sem að ég vonandi kemst inn á eftir í spurningum, en mér langar líka að minna ykkur á að það eru 120.000 bílar sem að aka hérna Ártúnsbrekkuna sem eru líka hætta fyrir lífríkið og með tilkomu borgarlínu og þetta þurfum alltaf að vega og meta. Þannig að við þurfum að vera í góðu samtali og vita hvað við ætlum að gera til þess að koma með mótvægisaðgerðir. Hver er næstur? Góða kvöldið, Sigfús heiti ég og er fyrir okkar borg. Við ætlum eiginlega að gera allt öfugt eða sem að Líf sagði. Við viljum enga borgarlínu, þannig að þau eru ekki að ágjöra henni og við viljum ekki þess að þétting á byggð sem að vera að tróða allstaðar. Heldur viljum við lágvaxna byggð, við viljum flytja byggðin yfir í Geldinganes og upp í Álfsnes og annað slíkt. Þannig að við höldum þessum dal eins fallegum og hann er. Ég átti nú eiginlega fyrstu kynni með konunni minni hérna í þessum dal, þannig að þetta eru mikla minningar. Og við sátum þetta, hún hafði engan áhuga, en ég hafði áhuga. Ég satt hérna og horfði á laxveiðimenn öllum stundum, það var svo gott veður þetta sumar, kannski bara því ég var svo ástfanginn. En þessi dalur hefur miklar minningar fyrir mig. Og þessi á er alveg stórkostlegt og hafa laxveiði á í miðri höfuðborg hlýtur að vera þessi virði að halda í hana og allt hennar umhverfi. Það getur ekki verið flókið. Við höfum nóg öðru stöðum til þess að búa til byggð og annað slíkt. En ég minnst að kosti, ég var á fundi með hönnunar aðilum á mánudag og þá sagði ég, já, uppáhaldsstaðurinn minn er Elliðaárdalur. Takk fyrir mig. Góða kvöldið, Pétur Marteinsson heiti ég og er oddviti Samfylkingarinnar. Ég tek bara undir það sem hefur hingað til komið fram að þetta er náttúrulega algjör perla í borginu og hugsa ykkur að vera með laxveiði á þetta græna svæði í miðri borg er eitthvað sem er öfundsvert væntanlega hjá öllum öðrum borgum. Ég get ekki ímyndað mér að sé hægt að veiða þessa fínu laxa í öðrum höfuðborgum. Kem aðeins inn á það sem Líf nefndi og kannski þú aðeins líka, það er alltaf búið að vera mikil fólksfjölgun í Reykjavík í langan tíma og við erum að dreifa byggðinni til austurs.
sem eykur á umferðina í Ártúnsbrekkunni og það ákveðið hættu ástand þegar verið að spæna upp malbik sem síðan getur runnið út í farveginn. En við held ég að við séum öll sammála það, allir flokkar hér, að þetta sé ákveðin paradís og mikilvæg ekki bara fyrir ykkur fiskveiðifólkið og stangveiðifólkið, heldur fyrir bara lýðheilsu íbúa. Þetta græna svæði, börnaleika og bara fyrir okkur í borginni. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Ég hef líka mjög sterkar taugar til dalsins. Ég alin upp hérna í Vogunum og hjólaði hingað sem barn og hef sterkar taugar til Elliðaárdals allar götur síðan. En þó ég hef verið svona ástríðu veiðimaður á stangveiðimaður í 40 ár, þá hef ég aldrei upplifað Elliðaárnar frá því horni. Þannig að við áttum gríðarlega fróðlegt að hlusta á þig, Jóhannes, hérna áðan og til dæmis varðandi lónið og áhrifin af því. Og ég vil bara hæla stangveiðifélaginu fyrir þeirra varstöðu þessa perlu borgarinnar í 87 ár að eftir þennan tíma skulu við vera upplifa sterkustu göngur frá því að mælingar hófust á síðasta ári. Og ég vil líka hæla stangveiðifélaginu fyrir að eins og það nú mikil eftirspurn eftir þessu að gæta þessu úlingastarfi eins og kom hérna fram. Og mér skilst að það hefur verið 100 börn og úlingar sem tóku þátt í veiði hér á barnadögum, 3 barnadögum í fyrra. En Elliðaárnar verða að njóta vafans. Það verður að fara varlega við nauðsynlega framkvæmdi umferðarmannvirki, en þar fyrir utan tel ég ekki að taka sentimetra af dalnum. Það voru fyrir nokkrum árum áformum að taka hérna frá stekkjabakkanum. Ég tel að ekkert slíkt að ég eiga sér stað og það ég að standa vörð dalinn. Hæ, Alexandra Brím heiti ég á öðru sæti á lista Pírata og ég sitjandi formaður borgaráðs. Og ég alin upp í Hólahverfinu og kom hérna niður í Dal á sumrin þegar ég var krakki og ég elska Elliðaárdalinn og árnar þó ég hef reyndar aldrei gert svo fræg að vera mikið í veiði. Eina skipti sem ég fór í veiði sem barn, þá þurfti ég að bjarga vini mínu þegar hann var næstu búin að sökkva í einhverja drullu á árbotninum. Það var mjög astalegt. En Píratar eru í nokkru skipti búin að vera með langöflugustu loftslags- og umhverfisverndarstefnuna þegar sólin, ungir umhverfissinnar hafa borið það saman. Okkur þykir mjög vænt líffræðilegan fjölbreytileika, við viljum verja hann. Við viljum vernda þessar ár, það eru vissulega hlutir sem þarf að gera þegar við erum með borg í samneyti við ána, en við þurfum bara að passa að vera þá alltaf með mótvægisaðgerðir þannig að það hafi ekki skaðleg áhrif. Við viljum að það sé útivist hérna, við viljum að það sé fólk hafi aðgang að náttúrunni, en það verður að gera það á hátt sem að skemmir ekki. Og þetta hefur við passað. Ég hef til dæmis alltaf lagt áherslu á það að þegar við förum í breytingar á Reykjanesbrautinni og bústaðaveginum að þá verði þau gatnamót færð til vesturs þannig að þau fari ekki inn á verndarsvæði dalsins. Og við erum með mjög skýra hverfisvernd á dalnum og það enginn að pæli að fara í einhverja húsnæðisuppbyggingu inn á verndarsvæði dalsins. Takk. Heyrðu, ég vil ná rósa ykkur fyrir að halda ykkur svona við þessa mínútu. Þetta var þetta logo góðu. Já, hún var alveg grjóthörð hérna. Ég var pínu stressaður Ari þegar þú tókst hljóðnum mann. Ég held kannski að þú vildi bara fjölga stæðum hérna í dalnum. Það ekkert svoleiðis. Heyrðu, allt í góðu. En ég fæ kannski að byrja á ykkur sem hafi verið og eru raun og veru kannski fulltrúa meirihlutans eins og hann er núna. Alexandra, við byrjum til dæmis á þér. Fyrst að hljóðneminn enn þarna á hinum endanum. Er hann farinn? Geturðu sagt okkur sko, þessar hugmyndir framkvæmdir, hvort sem það er borgarlínan eða þessi skipulagsmál heilt yfir. Hvernig hugsað hvað gerir þið til að tryggja að ólík sjónarmið og hagsmunir dalsins séu teknir með í reikningin þegar verið að teikna upp plön til 10, 20, 30 ára? Nú bara í fyrsta lagi bara með því að ráðfara okkur við sérfræðinga, með því að fylgjast vel með hvað í gangi í dalnum og passa upp á, fylgjast vel með líffræðilegu fjölbreytileika og ástandinu. Við tölum líka við íbúa og við Píratar viljum efla betur samráð við íbúa og hagsmunaaðila. Það eitt af því sem þarf að gera betur. En þegar við erum að skipuleggja borg, þá þurfum við alltaf að hugsa hvernig tökumst við á við breytingarnar sem eru að verða. Okkur að fjölga mjög hratt. Þá þurfum við að hugsa hvernig getum við passað að þessi fjölgun valdi lágmarksátráðningi, lágmarksmengun, lágmarksskaða. Hvernig getum við byggt upp þannig að það verði ekki brjálæðislega mikil trafík eða brjálæðislega mikil mengun eða brjálæðislega
mikil hætta á eiturefnum þeir leikja út í náttúruna eða eitthvað svoleiðis. Og til þess þurfum við að vera með öfluga sérfræðinga. Við erum með öfluga sérfræðinga bæði hjá borginni, hjá Orkuveitunni og víðar og svo þurfum við bara að passa það að vera í virkilega góðu samráði við íbúa og hagsmunaaðila eins og ég fór yfir. Þetta þannig sem það hefur verið gert og eitthvað sem við viljum gera enn betur. Líf, ef ég fæ kannski að spyrja því næst. Ari kom inn á, eða svona vísaði beint eða óbeint í hugmyndir framkvæmdir sem eru svona eiginlega í dalnum eða við dalinn. Ég vænti þess að setja til dæmis að tala þessa biodóm, ég veit ekki hvað maður kallar það á íslensku. Stekkjabakkaskipulagið, já. Já, hugmyndir slíka framkvæmd voru mikið reddar fyrir fáeinum árum. Það varð ekki af þeim, en þar hafa heldur ekki verið slegnar út á borðinu. Ertu sátt við það? Finnst þér komið til greina hér í Lýsi, stór hvelfing, hvað sagði þetta héti? Biodóm, þetta er vantilega biodóm sem þú ert að tala um. Akkurat. Ástæðan náttúrulega fyrir því að það hefur ekki farið í gegn var vegna þess að í tíð fyrrverandi meirihluta, þar sem að ég var skeið 2018-2022, þá erum við einfaldlega ekki sammála að þetta myndi rísa og Vinstri græn gerðu mikla fyrirvara að þetta færi svona í dalsins, bæði vegna ljósmengunar, en líka þá vegna aukningu fólks, en það er víst búið að skala þær hugmyndir niður, en þær eru sem sagt, það búið að fullvinna þær, en þær hafa ekki komið til afgreiðslu eða umræðu í núverandi meirihluta, þar sem ég hef verið núna í 1 ár. Þannig að þetta þarf alltaf að skoðast í samhengi við líka annað. Hvað kemur á þessum reit vegna þess að hann var tekinn út fyrir deiliskipulagið á sínum tíma og ekki hluti af þessari hverfisvernd eða deiliskipulagi Árdalsins eða Dalsins. Þannig að það sem að myndi koma þar þyrfti að styðja við sjálfbærni Dalsins. Þannig að það þarf að stíga varlega til jarðar. Mér langar líka að nefna það vegna þess að hér verður líklega rætt mjög mikið uppbygginguna Ártúnshöfða, en bara nota bene, þarna var alveg mengað iðnaðarsvæði sem verður þá að taka tilbaka og gera eitthvað lífvænlegt úr því og það er búið að fyrir umhverfismat. Og við þurfum bara að framfylgja því með ýtrustu kröfum þannig að dalurinn verði ekki fyrir þá skemmdum meðan hérski á meðan því stendur. Svo það sé nefnt. Pétur, ertu hlynntur því að Elliðaárdalurinn verði áfangastaður fyrir erlenda ferðamenn? Ég held að þeir séu bara velkomnir eins og annað fólk, en hvort það sé einhver sérstök áhersla á að fá hingað rútur frá Keflavík og fylla dalinn af erlendum ferðamönnum held ég að sé ekki eitthvað sem við ættum að stefna að. Það eins og þannig að við erum ferðamannaborg og við þurfum einhvern veginn að dreifa þessu og hér erum við með glæsilega aðstöðu og ef við aðgangsstýrum þessu eðlilega og skynsamlega en látum alltaf árnar og bara náttúru dalsins njóta vafans, þá held ég að sé ekki til fyrirstöð að ferðafólk komi inn líka. Björg, það fór nú úrslitin í prófkjöri Viðreisnar í Reykjavík, hún kallaði nú að talsverða vinnu hjá Stangaveiðifélaginu vegna þess að það voru svo margar myndir af þér á vefsíðun okkar. Við þurftum að eiginlega fjarlægja þetta, það var ekki viðeigandi að hafa frambjóðandan sem forsíðumódel á... Þið skuldi mér enn, Ragga, ég er að horfa á þig. Var það? Hvernig sér þú Elliðaárdalinn eftir 10-20 ár? Sérðu fyrir þér að það verði einhvers konar slegið einhvers konar skjaldborg utan þennan dal, að verði settar strangari kröfur heldur en önnur útivistarsvæði í borginni til dæmis eða á þetta þróast bara með mannlífi og borgarþróun almennt? Mér finnst bara augljóst að þetta er einn af lykilstöðum í Reykjavíkurborg. Og ég held að við hugsum aðeins hvað dalurinn þýðir bara bæði fyrir Stangaveiði fólk og bara fólk, venjulegt fólk og ferðafólk og börnin og allt þetta sem við hefum verið að tala um. Þetta er bara eitthvað svona griðarstaður. Þetta eru einstök gæði þegar við berum okkur saman við borgir einhvern veginn annar staðar. Og ég bara, í ljósi þess hvernig, fólk er farið að hugsa, fólk þráir bara meira að vera út í náttúrunni og eiga einhvern griðarstað og bara hlúa andlegri heilsu og vera í einhverju tengingu við eitthvað fallegt úti og samveru og annað, þá bara finnst mér dalurinn vera bara eitthvað svona,
hann tikka bara í nákvæmlega öll þessi box, þannig ég held að sko vægi dalsins og þess sem hann getur boðið bæði borginni og fólkinni hér upp á muni bara aukast með árunum. Þannig mér finnst bara einsýnt að við eigum að hérna, já, alveg hægt að tala Skjaldborg, eða þú veist, bara þetta á að vera bara í algjörum forgangi, við þurfum að átta gráði í hvers konar gæði við erum að höndla með þetta og við þurfum bara að fara rosalega varlega. Þannig ég held að þetta sé eitthvað sem við munum svona mörg okkar föttum hvað þetta er geggjað, en ég held að sú vitund muni bara aukast, þannig við þurfum að hlúa afskaplega vel að þessu. Ef eru spurningar úr sal, ég er búin að snúa bakinu allan tíman í salin, þannig ég veit ekki hvort einhver hefur réttu pönt, ég sé að hér eru alls konar áhuga menn, það kemur ein hönd hér upp. Fyrir þá sem heyrðu ekki í streyminu, þá ætla ég að endurtaka spurninguna, hún var sirka svona: hvað ætlið þið að gera í málefnum toppstöðvarinnar sem búin að vera ykkur til skammar í áratugi? Var þetta ekki einhvern veginn svona? Þannig sjálfst ekki víst að þið berið endilega öll ábyrgð á henni, en Líf, viltu grípa hana bolta? Ég svaraði þessu, en hún var seld núna daginn fyrir, heyrist ekki alveg, Hún var seld daginn til félag sem ætlar að einbeita sér að því að fegra hana. Ég veit ekki hvort þið þekki þessa sögu, en Landsvirkjun vildi koma hérna og kaupa hana og vera með höfuðstöða sína hérna og báðu ótrúlega mörg bílastæði sem hefði bara glatt Ara mjög mikið, held ég. En hún var seld til félag sem ætlar að leggja áherslu á jaðaríþróttir. Klifurfélagið fer þarna inn meðal annars, þetta er allt rólindis fólk, ég get staðfest það. Þannig að það kemur til með að þróast þá eftir að skila inn alls konar tekningum og hugmyndum, en ég fullvissa ykkur að þetta verður mikil svona lyftistöng fyrir dalinn á fallegan hátt. Nei, nú get ég sagt þér asbest, vegna þess að ég á gamalt hús og í því fannst asbest. En ég veit ekki hvað ég gerir með asbestið, en það verða auðvitað fagmenn sem að fjarlæga það, vegna þess að það er mengandi efni, það fer ekkert út í árnar, það verður gert bara með löglegum hætti, ekki af tóma tukthúslimi. Einhverjar fleiri spurningar í ögn? Nei, en asbest er auðvitað ekki hættulegt nema þegar þú ferð og heggur í það, en það er hægt að fjarlæga með öruggum hætti. Vil einhverju fleiri grípa boltan? Já. Varstu með spurningu eða svona þetta er hugleiðing bara? Eru allir á móti því að við bætum dalinn til að taka betur á móti ferðafólki, er spurt úr sal. Pétur svaraði þessu nú fyrir sína parta áðan, ég segi að Einar er búinn að koma sér í góða stellingu með hljóðnemann. Og ætla greinilega að svara þessu? Já, ég náttúrulega tók svona til orða áðan og ég er á móti því. Ég held að það koma 2 milljónir ferðamanna til Reykjavíkur, þeir komi allir til Reykjavíkur á einhverju tímapunkti. Og við erum mjög fljóta að missa þetta úr höndunum ef að ferðaþjónustu fyrirtækin sem að hafa skipulagðar ferðir með ferðamenn byrja að fókusera hér á dalinn. Reykvíkingar, við eigum svo sem talsvert af útivistarsvæðum og okkur þykir vænt þau.
og við þurfum að passa upp á það að Reykjavík sé, ég meina þið þekkið alveg umræðin miðbæinn þegar það allt krökkt af túristum og svona Íslendingum finnst þeir kannski ekki eiga heima þar lengur. Þannig að ég held að við ættum aðeins að passa okkur á því að skipuleg ferðaþjónusta, það sem að koma rútur eða þessi staður markasettur sérstaklega fyrir ferðamenn, ég held að við ættum að varast það sérstaklega. Á hinn bóginn þá þetta dálítið snúið vegna þess að Reykjavík hefur nokkrar raddir. Við erum friðarborg, við erum með Höfða sem var með Höfðafundinn, Reagan Gorbachev, heimsviðburður, við erum með friðarsúluna og höfum þessa svona sögu að segja. Og svo eigum við líka, og ef við hittið útlendinga og þeir spyrjaði hvað sérstakt við Reykjavík, jú við eigum þetta, en við eigum líka með laxveiði á inn í miðri borg og það alveg sérstakt. Þannig að þetta eitthvað sem er áhugavert fyrir erlenda ferðamenn að upplifa, en við Reykvíkingar verðum að passa upp á okkar hagsmuni fyrst og fremst. Og það nóg af stöðum út allt land þar sem að ferðamenn geta komið í rútum og en að því leyti þá þurfum við, að því sögðu þá þurfum við auðvitað að halda fram að byggja upp og gera þessi grill og hvað þú nefndir áðan. En skipuleg ferðaþjónusta fyrir þúsundir ferðamanna, ég held að það sé ekki hugguleg framtíðarsýn fyrir dalinn. Takk fyrir það, Einar. Ari, þú varst búinn að biðja Já, takk. Þetta auðvitað viðkvæmt jafnvægi, eins og til dæmis laxastofninn og veiði og svo þessi ferðaþjónusta hann og víðar, eins og til dæmis laxa í Kjós, þar sem getur orðið töluvert ónæði af ferðamönnum sem að skoppa og fæla fiskinn. En ég held að verður að fara mjög varlega og ég tek undir með Einari varðandi það að gera að Elliðaárdalinn einhverju svona skipulegri destination fyrir erlenda ferðamenn. Það miklu betra að stoppi og Höfða eða fara út í Viðey. En mér finnst vera minna mál með einhverja lágmarks aðstöðu fyrir lautarferðir fólks, bekki og einhverja aðra slíka lágmarks aðstöðu eins og hér var nefnt. En það sem ég finnst mikilvægast, það búið að tala framkvæmdirnar á Höfða og nauðsynlegar umferðarframkvæmdir og til dæmis ef að vera að raska í Geirsnefi, að það verður bara að fara mjög varlega varðandi þá hættu sem að leysist úr læðingi spillefni. Ég hef sjálfur trú á því þó maður hafi ekki vita á þessu að átnar gætu nú þegar verið í betra standi heldur en einhver tíman hafi verið eða standi minni ógn, því það miklu meira verið að fanga frá málningu eða olíu eða frá öllum slíkum aðilum að þeir séu ekki að missa frá sér spillefni eins og Jóhannes nefndi náðan að með ekki taka vatnið, það sé betra að þeir fangi heldur en að átnar verði að vatninu. En ég held að það sé mikilvægt að ganga enn lengra í það að vakta átnar og koma fyrir mælitækjum þannig að það sé viðvarandi vöktun á vatnsgæðum. Það gert í sumum ám og það hægt að gera held ég betur heldur en gert nú þegar í Elliðaánum og það áherslumál. Hvernig það, Jóhannes? Hversu vel fylgst með vatnsgæðum í Elliðaánum eins og þeir eru núna? Það nú þannig að heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur með það á sinni könnu og já, en það sem að ég get tekið undir það má bæta þetta þýlitinu til það komnir sjálfvirki mælar sem eru bara orðnir býsna góðir, þannig að við þekkjum það nú auðvitað frá hitasýrutum og öðru slíku, en varðandi aðra þætti þá þetta að mæla þetta betur og svo sé nú auðvitað vatnamælingadeild, það heitum sást eitthvað annað í dag, hjá Veðurstofunni, hún sér að mæla rennsli og fleira stundum, þannig að þetta nú nokkuð gott, en ég sammála að það komið á þann stað, það það mikið álag, skulum við segja, og það kannski ekki það mikið álag, það það mikil hætta á álagi, það svo lítið út afbræða, að að gera að nýta nýjustu tækni og koma málum þannig fyrir að við sjáum leið og eitthvað gerist, en missum ekki af tækifærinu að bjarga málum af því að við fylgdumst ekki nógu vel með. Ingimar, þú varst búin að biðja orðið. Já, þú ert næst. Ég vildi bara koma inn á Guðjón kom með þennan punkt, ég held að það ætti ekki vera neins sérstök áhersla hjá okkur að þetta verði ferðamannastaður fyrir erlenda ferðamenn,
en ég sé ekki alveg hvernig við ætlum að stöðva þá, en það ætti ekki að vera sérstakt áherslumál. En svona almennt séð bara verður við að hlúa meira að öllum þessum stöðum, bæði 11 árnum, þetta bara stórt lýðheilsumál, og bæta aðstöðuna fyrir íbúa. Okkur að fjölga og við verðum að fá meira næði, meira svæði fyrir útiveru og þetta ánáttúrulega við svo margt ekki bara 11 árnar, en þetta nú sérstakt áherslumál hjá okkur að lýðheilsan, geðheilbrigði, það hangir saman og við þurfum að bæta aðstöðu íbúa í útiveru. Það ekkert betra fyrir geðheilbrigði heldur en að standa út í á og kasta flugu. Ég leyfi mér að fullyrða það hér, Alexandra. Gjörðu svo vel. Já, bara segja að ég held að við erum ekki að fara að gera þetta að einhverjum major túristahöfn þannig. En þetta eina af svona helstu náttúruperlum Reykjavíkur, bara ásamt Öskjuhlíðinni, ásamt Heiðmörk. Þetta bara eitt af allra bestu og fallegustu náttúrusvæðunum í borginni. Og auðvitað viljum við að það sé mannlíf, auðvitað viljum við að fólk hafi aðgengi hérna og túristar alveg hluti af því. En þeir ekki að vera ofmargir, við þurfum að dreifa þessu og við þurfum að passa það að við séum alltaf með bara réttu innviðina þannig að það verði ekki of mikill átroðningur og þannig að við eyðum ekki gæðunum til framtíðar. Auðvitað, mér finnst frábært hvað að búið að byggja upp góða aðstöðu hérna núna. Það miklu meira gaman að koma hingað ef maður er með unga krakka eða eitthvað sem vilja hafa eitthvað að leika sér við og svona. Þannig að það hægt að ná ákveðinu beggja blands. Ég ekki svona pólitíkur sem kemur og segir mismunandi hluti eftir hvernig ég að tala, þannig ég bara heiðarlega með það. Ég held að við viljum hafa túrismann, en ég held líka að við verðum að passa okkur að ganga ekki of langt og passa upp á innviðina. Og ég held að það sé bara skynsamlegt. Flokkur fólksins, hann líka flokkur fisksins? Já, fæði, klæði, húsnæði með bílastæði og laxar, það auðvitað á listanum okkar, en ég ætlaði að segja við ykkur að við myndum aldrei styðja hugmynd að fara að styðja reglulegar ferðir hingað með stórum rútum, en ég vil líka bara benda á það að Reykjavíkurborg fer með skipulagsmál í Reykjavík og ræður því hvernig mjög margt fer í Reykjavík. Það er búið að banna stóra rútur niður í miðbæ og það er búið að setja hömlur á leiguútbúðir, þannig að Reykjavíkurborg getur stýrt þessu, þannig að leið og ef eitthvað fer að fara úr böndunum hér, þá getum við tekið það upp á þeim vettvangi sem við höfum aðgang að. En örstutt, ég vil bara segja ykkur að við Björg höfum unnið öðrum vettvangi saman og við sjáum það við land þar sem við vinnum stundum við marga fossa, eins og Kermúafoss hér og fallegur, en þeir eru nú margir fossarnir sem við erum sendað á að vinna. Ég segi ykkur þá sögur seinna. En þar fara bara ferðamenn þar sem þeir vilja fara og hvort sem er búið að setja upp einhverja línur eða ekki, eða gummimottur eða plastmottur eða hvað það heitir nú, að það skiptir bara engu máli. Það fyrst og fremst eftirlit og að sveitafélagið þar, það sem ég að tala til dæmis nokkra staði, að það fer með skipulagsvaldi og þarf að sjá þessi mál og hugsanlega geta þeir ráðið landverði, en fyrst og fremst við eigum að taka á þessu og finna balansinn á milli þess sem að fólki vil njóta, hvort sem vil kasta flugu í ána eða labba með fram ánni og njóta. Þannig að þetta er bara það sem ég vildi segja ferðamennina í heild. Takk fyrir það. Jón Víðir, þú varst með spurningu úr sal. Ansið mörg ár og fluttur tilbaka og býð upp á Sogavegi, þannig ég geng mikið niður í dalinn og veiði reglulega. Það sem ég hef svona áhyggjur af og mér langar að fá að heyra frá ykkur borgarlínan og Geirsnefið. Mér finnst það svolítið, ég man eftir þessu þegar verið að urða bílhræin og alla geimana og oljufylltar bílvélar. Hvernig á að framkvæma þetta? Komið örstuð. Þessu fyrir Fyrsta lagi þá þetta að öllu líkindum umhverfismatsskyld framkvæmd. Já, þannig að en þetta eru fjöri. Þessi jarðvegsmengunarmál eru inn í. Hvað segir þú? Já, takk fyrir að gefa mér orðið, Einar. Nei, ég ætlaði bara að segja að þetta verður heilmikil framkvæmd af því að þessi borgarlínuvagnar geta verið 35, allt upp í 40 tonn meðal strætó í dag svona 9 tonn. Þannig að þetta er brú sem að þarf að þola mikinn þunga og ég hef svona áhyggjur af ósinum eins og þú
Af því að það, sko, og ég hef ekki séð það nákvæmlega hvernig á að byggja þetta brú á Geirsnefinu, hvort þetta kalli á einhverja landfyllingar eða hvað það er, en við verðum að vanda okkur mjög mikið af því að allt sem við gerum þarna getur haft áhrif á strauma og þá er gengdin í uppnámi ef við klúðurum því. Þannig að við þurfum að passa upp á þetta. Má ég bæta við? Ok. Samkvæmt deiliskipulagi þá á Geirsnefið að vera borgargarður. Og það sem að Reykjavíkurborg hefur gert skýra kröfu er að þrengja ekki á ósnum, þannig að Laxagengi sé gott. Og það verður sem sagt farið, það er búið að taka pröfuhólur til þess að mæla mengun í jarðvegi og það eru til leiðir til þess að hreinsa þessa mengun. Og það eru mótvægisaðgerðir, það eru ýmiss konar, það er eftirfylgd með stofnum, það er setjarnir sem verða settar og svo framvegis, ég get þulit upp, ég held að það sé engin salur fyrir því, en samkvæmt fyrsta áfanga af borgarlínu þá er farið í umhverfismat, það liggur fyrir og það er langur listi af því sem verður að framkvæma einmitt til þess að vernda lífríkið. Og þetta á ekki bara við lífið í ánum, heldur líka varðandi búsvæði fugla og fleira, ágenga tegundir og annað sem að verður að ryðja úr vegi og rækta sig annað. Þannig að þetta er mjög umfangsmikið og við verðum auðvitað bara að hafa mikið eftirlit með þessum framkvæmdum, en það er alveg skýrt að hálfu Reykjavíkurborgar og okkar sem að viljum vernda árnar að það sé ekki þrengt að þeim og ástandið séu þrengtir. Það er alveg skýrt. Sigfús var búin að rétta upp hendir, það hafa búið að fara svo lítið fyrir þér hérna að þú fær hljóðnum að næst. Ég vissi ekki að það færi svona lítið fyrir mér. Það er ekki venjan. Mér langaði nú aðeins að taka, ég sé ekki, ég fíla hennan dal alveg í botni, ég sé ekki tilgangin í því að fara að þrengja mikið að honum. Við eigum svo mikið að svæði til þess að byggja á og gera hluti. Ég sé ekki, leiðin til þess að forðast að hér sé túristagildra er bara að sleppa því að setja rútustæði. En það getur enginn sagt neitt við einhverja túrista sem að koma hér á bílum og labba og það er bara æðislegt, En ég held að, fólk verður að fara að skilja það, þessi borgarlína, hún er bara fatalt vandamál. Ég get ekki séð hvernig þetta mál á að virka, þau eru nú búin að sjá það hérna nokkur, en ég held að sjá ekki fyrir endan á því, bæði raskið sem hún gerir og truflinu sem hún veitir, en mér langar örstutt að því að við erum að tala lífríki ána og hættu vatnsins í ánni, þá er verið að samþykkja hér einhverja tilrauna vindmyllugarða hérna upp á heiðum og vindmyllur eiga það til að spúa plastögnum í allar áttir og einhver gæi fann hér út að vindmylla væri ekki að kasta af sér plastin nema í svona 100 metra fjarlægð, en ég held að allir séu búin að gleyma því, eða minnst þeir sem er að kanna þessi mál og segja að plastið fíkur á þessari heiði hér upp frá til byggða, onni í átnar, onni í vötnin og út allt. Ég held að Stangveiðifélag ætti nú aðeins að fara að spurja menn að því hérna upp á heiði sem er að byrja með þessar svokölluðu tilraunir sem ég trúi að enda í 70-80 millum að hugsa til þess að þetta er bara nokkur skonar frosið svæði allan veturinn og skafrenningurinn, hann feykir þessu plasti í allar sprungur, dali og ár. Ég held að þið þurfa að skoða þetta. Heyrði, já. Mér langar að nefna það að mesta plastmengun sem kemur í ár og sjó er frá bílum og stafa frá bílum. Og hérna Ártúnsbrekkuna keyra 120.000 bílar á dag. Ef við fáum borgarlínu sem getur að minnstakosti fjarlægt á kannski 30.000 bíla úr Ártúnsbrekkunni, þá erum við betur sett ef við setjum þetta í eitthvað samhengi. Takk fyrir þetta. Ari var búinn að biðja orðið. Já. Er slögt? Nei. Nei, að því var spurt borgarlínu, þá liggur það alveg fyrir að Miðflokkurinn er algjörlega á móti borgarlínu og vill fara aðra leið varðandi það að efla almenningssamgöngur eins og fleiri flokkar sem að hér eru í framboði. Þannig að það er alveg ljóst að kosningarnar 16. maí geta haft áhrif á einhverjar framkvæmdir sem að því tengjast. Ég hins vegar bara leit svo á að þetta væri ekki fundur borgarlínu, þannig að mín svör lutu að því bara hverjar sem framkvæmdirnar eru, hvort sem það er gatnamót á Bústaðavegi Reykjanesbraut eða framkvæmdir í Ártúnsholti, að þá eiga sömu sjónarmið
sjónarmið við. Fá þig hérna til að, þú varst búin að biðja um orðið. Við verðum að taka þetta aðeins hérna, reynum að halda smá jafnvægi á þessu. Já, ég átti náttúrulega ennþá 6 sekúndur inn hérna síðan áðan. En ég vil bara segja að það var búið að tala pínu um Geirsnið við, þar fyrir lína C, lína E beint yfir og þeir eru búin að tala um það, en það er eiginlega engi búin að minnast á það, þó ég hef minnst á það sjálfur hérna fyrir í kynningunum minni, að það er lína C í borgarlínunni eða hvaða kerfi sem við veljum sem að fara að sleikja vestri Elliðaána hérna, Sprengisandsmegin, og það er bara vart að ég sjái mun á Árbakkanum og svo það sem leiðin á að fara, hún á bókstaflega að fara samhliða ánni, væntanlega undir brúna og svo út í Vogabyggð og þangað niður eftir. Þannig að ég vil bara benda á það víða sem að kreppir að svæðinu, allt frá Breiðholtinu í fellunum það sem á að byggja niður í dalinn og svo alveg hérna út, og við verðum að gæta vel að því, og til dæmis með borgarlínu, og það er margt þar sem þarf að endurskoða og við erum alveg sammála því í flokki fólksins að við ætlum að krefjast þess. Alexandra, bara rétt áður en að já, ég veit að það er bara, við ætlum að Alexandra, örstuðt núna. Já, rétt að segja það að teka undir það sem að Líf hefur verið að nefna hérna, en við erum með mikla fólksfjölgun, þeim fylgir mikil bílafjölgun, borgarlínan er umhverfisvænsti og besti kosturinn til að stakast á við þetta, við munum gæta ítrustu varúðar í öllum framkvæmdum eins og alltaf þegar við förum í framkvæmdir, og ef það ætti að hætta við borgarlínuna og fara í staðinn í vegaframkvæmdir og misla gattamót og fjölgun akreina og eitthvað svoleiðis, þá myndi það í fyrsta lagi virka miklu verð, það hefur verið rannsakað og það myndi vera miklu dýrara og það verið miklu meira umhverfisrask af því að þetta fari í þær aðgerðir. Heyrðu, það eru nokkra spurningar á sal. Ég vil kannski byrja að þakka Lífi fyrir að bjarga lífi okkar hérna með að opna dyrnar. Það er að verða svolítið hérna súrefnislítið hérna fremst. Það þrengdi hérna af ánni og af veiðimönnum. Það er hérna við hliðina er mjög góðu veiðistaður sem heitir Ullarfoss, og þú ert ekki að reyna að veiða þarna á daginn yfir sumarið vegna þess að það er bara smákrakkar onni þér og þú frekar en að passa að þau fari ekki ána. Ég gerir ráð fyrir að þetta hefði verið svona hugleiðing frekar en spurning. Það eru nokkra spurningar hérna. Trausti er búinn að biðja um orðið, Sigþór er búinn að biðja um orðið. Hvað segirðu? Herðu, við tökum þetta bara með í næsta veit einhver svari við því? Eru frekari framkvæmdir áætlaðir hér á þessu svæði? Já. Nei. Já. Já. Það er svolítið mikið að brúm, við erum sammála því og það stendur til að fjölga með það frekar en hérna, Sigþór, þú varst búin að rétta upp hönd fyrir einhverju korteri eða svo. Já, hæ, Sigþór, veiðmaður. Heyrðu, hérna, já, ég er kannski meiri ágjörði að við veiðumenn séum ennþá að drepa laxa í borgarlandinu en ekki eitthvað örplast á Hólmsheiði. Reykjavík er aðili að 3 veiðifélögum, laxastofninn henni í Elliðaánum sem við viljum mikið gera úr að venda og berja ykkur að brjóst með svona fallega barnið, og svo erum við í Korpu, eða Úlfarsá og í Leirvogsá. Þar sem að stangveiðifélagi sýsla líka með veiðileyfin og enn er drepinn lax. Eftir svona með lögfræðiþrasi var farið útboð á veiðiréttindum í Leirvogsá og sem sagt að Reykjavíkurborg væri lögbundið að lögum að bjóða út veiðirétt sem er í almannaeigu, þar sem að töluverðir fjárhagslegir hagsmunir sem á aðrir er í húfi. Korpa fór sömuleiðis í útboð sem að stangveiðifélagi Reykjavíkur bara vann. Nú veiðirétt í Elliðaánum verið úthlutað með þjónustusamningi við stangveiðifélagi Reykjavíkur í 87 ár án útboðs. Þessi þjónustusamningur er ill aðgengilegur eftir að hafa sambandið eignaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Þá bara neitar með þessi Óli Hertvík að svara tölvupóstum. Þannig að þá, þú veist, þetta er nú kannski bara meira svona forréttinsækir, en maður er kannski ekki að fara að fá lögfræðing og vitni upplýsingalög. Bara kannski svona afstöðu frambjóðandi til þessi er eðlilegt að úthluta
almannahagsmunum eins og þessum án útboðs með þjónustusamningi. Það aðgengilegur einhver samningur sem lag á neti 2015 þegar Orkuveitan fór með hlutinn. Framreiknaður meðgjöf Reykjavíkurborgar til Stangaveiðifélagsins sem þjónustaðalega við Elliðaárnar 23 milljónir á ári og 16% tóknun fyrir sölu veiðilega. Eðlilegt að svona hlunnindum sé útlitað án útboðs? Bara svona já og nei, kannski bara eldsnöggt. Takk. Ég verð nú aðeins að fá að grípa boltan áriðin svarið vegna þess að mér finnst vegið að nærri 90 ára gömlu félaginu. Spurningin snýst kannski ef ég má umorðana á eiga veiðileyfi í Elliðaánum að vera markaðsvara eins og laxveiðileyfi alls staðar annars staðar. Já. Já, vill einhver grípa þann bolta? Við viljum ekki taka 9 eða 10 svör við þessi, nei. Já, já. Hljóðnema, sko, Reykjavíks stjórnvald bundið þetta alls konar lögum og reglugerðum og meðal annars útboðsskylt í mörgum tilfellum. Ég þekki ekki þennan tiltekna samning, en alltaf þegar ég þarf að fá samninga, þá sendi ég póst á skjalaverið, ekki Óla Jón, svo ég segi það og ég fæ það hæl, en það náttúrulega ríkur réttur okkar borgarfulltrúa að fá gögn. Þetta bara eitthvað sem ég þarf að heyra í þér með, en það allavega skoðun mín og vinstrisins að Elliðaárnar, Korpa, efri og neðri, ég fór undar í efri Korpa og fekk ekki neitt, en allt í lagi, það önnur saga fyrir betri tíma, og Leirhúsá, þetta þetta bara almanna eign og við að fara vel með hana sem slíka og mér finnst að við að veita fleiri tækifærum, ekki tækifæri eins og skapast í Hafnarfjarðará eða skiljur Laxá í Kjós eða hvað það Mér finnst þetta eigi að vera aðgengilegt almenningi og það það í höndum Stangaveiðifélags Reykjavíkur sem hefur farið mjög vel með þetta. En eins og ég segi, þetta þetta lagatæknilega flókið mál, ég þekki ekki þennan samning, en ég vil mjög gjarnan skoðan, en það okkar skoðun í vinstrinu að þetta eigi að vera, þetta almannagæði, almannahagsmunir og eigi að vera aðgengilegt öllum og allir eigi að fá að spreita sig að veiða þessum ám og ganga í þessari náttúru. Þetta ekki til sölu. Það bara mín skoðun. Ingimar, þú varst, já. Má ég að spá að bæta við þetta? Stangaveiðifélagið með barn- og unglingadaga hérna á hverju ári og Stangaveiðifélagið býður einni börnum eins og Klettaskóla og annars staðar til veiða í ánum til að kynna sér náttúrunni og ég veit ekki til þess að annars staðar á landinu sé slíkt gert á nokkru veiðifélagi. Það koma því á framfæri. Ég held að þessi spurning sé alveg réttmætt sem við vorum með en svo spurning hefðina og ég líti á Stangaveiðifélagið svolítið eins og vörslufélag árinnar. Þeir hafa staðið bara mjög vel, þeir hafa staðið ykkur mjög vel með varðandi ána og það bara að fara varlega. Það endilega að gera að skoða alla breytingar en það þarf að gera það með vel íhuguðu máli bara og skoða hvað það myndi þýða fyrir bæði ána og framtíð árinnar. Þetta ég veit ekki hvort þið sáu myndina Da Vinci Code, það voru vörslu aðilar leyndamáls þar mikið, þannig að þið eru svona mörguleiti svipað mála en allavega en þetta eru allavega flott samtök og hafa staðið ykkur rosalega vel varðandi ána. Takk fyrir það. Það kannski rétt að nikja á því líka að Stangaveiðifélagið óhagnaðardrifið félag, kostnaðurinn sem við borgin stendur greiðir okkur vegna kostnaðar við að annast umsýslu á veiðilegu mjáni. Þetta ekki hagnaðardrifin starfsemi hvorki og sérstaklega ekki hér og eins og hefur verið bent á með allt þetta barna, unglinga og fræðslu starfsema sem unnið hér mjög kerfisbundið og markvisst. Einar. Já, ég held við ættum nú frekar að vera að tala um það hvernig getum við elt Stangó og þið eruð ekki lengur í dalnum með aðstöðu og ekki að nálgast Stórahamali á næsta kjörtímabili. Var ekki ráð að koma ykkur aftur í dalinn með veiðihúsið sem í eigu Reykjavíkurborgar ef ég man rétt
Var það ekki bara ágætið sammælisgjöf á næsta kjörtímabili að koma upp alvöru félagsaðstöðu og sameinast að byggja upp þar? Það hljómar ekki í dag. Já, komið á kosningalóðvarðanum. Ég er ekki að segja. Ég get toppað þetta. Trausti, þú varst með spurningu. Nei, að kom fram hérna í máli Jóhannesar áðan hvaða þýðingu það hafði að tæma Árbæjarlón. Og við vitum að það er ákveðin þrýstuhópur í Árbæ í byggðinni þar fyrir ofan sem að vill fylla þetta aftur og ég veit að þeir hafa verið að halda fundi fyrir þessar kosningar núna og ræða við frambjóðendur. Nú hefur komið í ljós að þarna hefur orðið til mjög mikilvægt hreyfingarsvæði fyrir laxinn. Þannig að mér finnst kannski við hæfið að spyrja afstöðu til dæmis bara Bjarna þar sem að það er kannski við hæfið að því að byggðin þarna fyrir ofan er tiltölulega lágreist að hann svari þessu fyrst. Myndur þú vilja fylla aftur lóni eða á það að vera í sínu upprunalegu mynd? Því að þeir sem að vilja fylla aftur eru að tala oft að koma því í sínu upprunalegu mynd eins öfust nú á það hljómar. Því að núna er hún í sínu náttúrulega standi. Já, takk fyrir spurninguna. Ég hefði gaman að vita kannski fæ að vita eftir hvernig þú tengdi lágreista breiðið við mig. Er það því stendur liðin á Einari, eða? Já, en takk fyrir það. Mér skilst að máli sé fyrir dómstólum ef ég þekki það rétt og því var hent aftur í landsrétt og ég held að sé opaslega erfitt að fara eitthvað í eitthvað dítilega svar við spurningunum fyrir að niðurstaða fæst í því máli. Af því að ef þeir sem verið að stefna orkuveitinu vinna það mál þá þarf að fylla lónið aftur ef ég skil það rétt. Er það ekki rétt skilið hjá mér? Það er ekki satt. Er það ekki fyrir landsrétt? Það gæti komið í ljós að orkuveitan hafi ekki staðið rétt að ákvörðuninni. En það sem eftir situr er að það er búið að tæma lónið, það er búið að staðfesta nýtt deiliskipulag þar sem að lónið er ekki lengur til staðar. Það er búið að ákveða það að stíflan verði að göngubrú í staðinn. Það er búið að ákveða það að þetta verði framtíðarmyndi. Hvort sem að orkuveitan á endanum lendir í einhverju vandræðum fyrir það hvernig hún tók þessa ákvörðun, það breytir því ekki að það er búið að festa þetta núna í sessi. Og svo ég svari, fyrir mitt leyti kemur ekki til greina að fylla á lónið aftur. Og það væri kannski ágætt að Sjálfstæðisflokkurinn bara svarið í hvort að þau myndu gera það ef þau kæmust til valda. Því að við vitum að einn af þeirra borgarfulltrúum er helsti talsmaður þess að fylla lónið aftur. Já, takk fyrir það. Það fegstu svarið því. En þetta er vandmeðfarið mál. En það er rétt sem þú segir að áin hefur tekið miklum framförum eftir breytingarnar. Og eins og staðan er núna þá er það ekki vilji borgarfulltrúa eða þeir sem eru frambúið til borgarinnar að fylla lónið aftur. Stefán Segata, hvað er þú? Þú varst búinn að veifa. Já, ég með tvær spurningar. Ein er mjög einföld og snýr bara einföldri handauppbreytingu hjá frambjóðendum. Brýrnar yfir átnar eru nú 12 talsins, það eru með fjölmargar göngubrýr. Hvert ykkar styður ekki frekari fjölgun göngubrúa? Þið styðið semst öll frekari fjölgun göngubrúa. Ég finnst ekki svona einföld spurning. Ég var sem þess aftan á því áðan að það væri svona slæm lýsing á þessum að það væri Ég held að við sem að fjárlega býra móti þessu verðum að setja en það er ekki rétt 2+1 í vetur. Sko, maður er að fræðast líka og mér fannst mjög upplýsandi svo ekki viðeigandi orðalag. Það var mjög upplýsandi að sjá hvernig að Hylur var lýstur óeðlilega með lýsingu af brú og það er auðvitað nauðsynlegt að laga svona hluti. En ég bara þekki ekki nú vel aðstæður í hverri brú af þessum 12. Þannig að maður geti bara svarað svona på stúðunum fúð, sko. Ég myndi líka til bara halda að Björn Gíslason viti ekkert endilega af þessum nýjustu upplýsingum mökun fiska eftir að lónið grinkaði. Því eins og ég hugsaði þetta áður ég kom á þennan fund, þá myndi ég bara, það var umdeilt að tæma lónið,
Það örugglega jafn umdeilt að fylla aftur, þú veist, skiptir ekki máli, en þegar það kemur svona mikilvægur upplýsingar, þá held ég að það muni snúa þessu máli í hugum flestra. Það er gaman að heyra að þú nefnir að fundurinn sé upplýsandi, það er auðvitað akkurat tilgangur með þessum fundi, þannig að þetta er ekki einhvers konar skot fram og tilbaka heldur er þetta samtal og vonandi munum við eiga á nýju kjörtímabili mjög gott samtal við öll ykkar og hlökkum til að taka á móti einhverju ykkar mögulega til að opna átnar í, hvenær er það, 20. júní. Það er væntanlega komið nýr borgarstjóri þá. Ekki fyrra. Þannig að Einar, þú varst hrifsatiðinn hljónumann? Bara af því að það verið að tala um lónið, ég held að það sé öllum ljóst að það verður ekkert fyllt upp í það aftur. En sérstaklega ekki þegar við sjáum þessi fallega samlífið þarna upp á breiðunni. En ég held að við ættum samt aðeins að staldra við og kanna það hvernig mun ganga að hanna þessa upplifunarbrú eins og Orkuveitan held ég kalla hana svona með hliðsjón af því að brúin sem þið sýndu mynd af hún var hönnuð sérstaklega með tilliti til þess að ljósið færi ekki ofan í ána og það kom mér bara mjög óvart að sjá þetta á mynd. Þannig að mér finnst einsýnt að það þurfi að bregðast við þessu og gera þetta einhvern veginn þannig úr garði að það lýsi ekki ofan í ána. Og þessi brú sem er að koma í stað stíflunar, hún er öflugt mannvirki og þarna munu koma mjög margir og ef við erum að tala um ágang nærri ánni þá er þarna að koma mjög öflug brú og þarna munu margir fara yfir og hún verður lýst upp. Þannig að við kjörnfulltrúar þurfum að hafa augun á því að það klúðrist ekki eins og hjá á hinni brúnni. Gjörðu svo vel. Góða kvöldi, ég heiti Brynjólfur og ég er fyrir hönd Eignabyggðar sem er nýi eigandinn af toppstöðinni og okkur langar bara að koma á þennan fund bara til þess að fræðast og hefur verið bara mjög fróðlegt og gaman að upplifa því ég er nú ekki veiðimennsku en eitt af því svona fyrsta sem að við vorum rætt þegar að þessu kom að þessu verkefni er einmitt að bera virðingu fyrir ánni og veiðistöðunum og og líka bara gaman að koma og sjá hvað fólki þykir vænt þennan stað og náttúrulega bara rosalegt tækifæri sem við erum með í höndunum að láta fara rétt fram og það kom nú eitthvað með Aspers við erum í samtali við heilbrigðiseftirlitið hvernig það verður unnið það er búið að gera ráðstafanir og hvernig það verður unnið þannig að okkur bara er mjög annt að það verið allt saman rétt og vel með farið og við erum líka búin að vera í sambandi við íþróttaráð Reykjavíkurborgar upp á að reyna að finna hvaða starfsemi getur komið í húsið svo finnst mér náttúrulega bara alveg frábær hugmynd að skrifstofur stangfélag ykkar verði í dalnum bara hjá okkur þannig að ég held að það veri bara einfalt og þannig að allir veri glaði bara en ef það er eitthvað spurningar og ef það er eitthvað sem að hafa áhyggjur af ykkur þá erum við bara mjög opnir í samtal og já og ef ekki bara spyrja Ara að því en varðandi bílastæðin að þá er það náttúrulega bara svolítið vandamál og ef að þið komið þegar skíðabrekkan er í fullu gengi eða gott veður þá eru náttúrulega bílalagðir upp með öllum götum og það vantar bara bílastæði þannig að þetta er eitt af þeim málum bara þér að segja sem að við erum búin að bíða eftir svörum frá Reykjavíkurborg við erum búin að óskast eftir fundi með Reykjavíkurborg hvernig ná að leysa þessi mál og já, það er hluti af bílastæðamálunum það
Þannig að ég efast ekki að þetta verður bara leyst farsarlega. Og ég vil líka segja það að ég held að fólk sé bara búið að gleyma en við toppstöðina voru 2 risa olíutankar og ég meina þetta allt til bóta, það má ekki bara benda hvað er vont en það er líka benda á að þetta er náttúrulega bara rosalega mikilvægt að þetta sé farið í burtu og sama með íbúðasvæðið, það myndi ég segja að vera jákvæð skipti umhverfislega séð hvað er að gerast þar. Þannig að ég getum bara ekki annað en hrósa Reykjavíkurborg fyrir að vinna að góðu og flottu starfi og líka bara treysta okkur fyrir að fá þetta verkefni í hendurnar. Takk fyrir. Nú erum við aðeins farin að gera það sem ég lofa að við myndum ekki gera, teygja lopan. Það svona styttist í þetta, styttist í annan endan aðeins, en mér langar hins vegar ávarpa eigendur toppstöðurinnar, gaman að fá ykkur hingað, frábært að eiga þetta samtal. Ég ætla að hvetja ykkur til að ræða við hann Jóhannes, af því hann getur sagt ykkur allt þennan frábæra veiðistað sem beintir frá húsið ykkar og hrygningarstað sem þar og aðeins niður af. Þannig að í guðanabænum passiði vel og vandlega upp á þetta. Óskar. Óskar heiti ég og vinn við kvikmyndagerð og síðan 2018 ég búinn að vera þvælast á bökkum laxveiða út allan heim. Yfirleitt til að filma það sem illa fer því miður og en ég núna að vinna að heimildamynd elliðaárnar og það er mikið gleðiefni að mörgu leyti því að þær eru að standa sig ótrúlega vel núna og þið voru að tala áðan að bera þetta saman við önnur útivistarsvæði Reykjavík eins og kannski Nauthólsvík, Öskjuhlíð og annað. En það sem þau svæði hafa ekki er það að þau hafa ekki dýr í mjög miklu magni sem í útrýmingahættu á heimsvísu. Og það ekki smáræði. Ánum gengur rosalega vel núna og það eru margar ástæður fyrir því. Eina af þeim hvað Stangaveiðifélagið er búin að hugsa vel árnar. Önnur ástæð til dæmis gróðursældin á bökkunum. Það er búið að rannsaka það vel að það sem gróður eykst svona mikið, þar gengur laxinu betur og við náttúrulega vitum að þetta er bara orðið, þetta er bara orðið frumskógur á bökkunum og það er klálega að hjálpa laxinum. En já, kannski finnst of mikið en það er samt að hjálpa laxinum alveg klálega. En þetta er dýr í útrýmingahættu og við þurfum að passa upp á það og við þurfum að passa vel upp á það. Og það er bara, fólk gerir sig grein fyrir því að vandamálið sem þetta dýr er að glíma við það að það sjá það ekki nógu margir af því það er undir yfirborðinu. Og þess vegna komast til dæmis menn upp með að í til dæmis laxeldi að láta þessi dýr vera lúsétin inn að beina áður en brugðist við. Það er önnur saga. Ef við værum til dæmis með pöndur eða geirfugla á vappi í dalnum, hugsið aðeins út eða hvernig við myndum hugsa dalinn. Hvernig við værum að pæla. Bara svona áminning. Þetta er algjörlega ótrúlegt hvað við erum með hérna. Gaman að fá smá innlegg frá Óskari Páli. Hann á nú sennilega flest myndskeiðin, ef ekki öll, sem voru notuð hér í upphafi fundar með myndum hér úr af veiðimönnum og af ánum. Og ef ykkur fannst þessar rómantísku myndir sem Jóhannes sýndi af mökun í gamla Árbæjarlóninu, ef ykkur fannst það eitthvað kræft, þá ættið þið bara að bíða eftir að myndin hans Óskars verði frumsýnd seinna á þessu ári. Hún verður líklega bönnuð innan 18. Það er mikið af underwater myndum eins og sagtir. Já. Örstuð, ég með hugmynd fyrir ykkur. Hann Össur Skarphéðinsson, mikill vinur minn,
Við höfum áhuga á flórgoðanum og laxinum hérna. Hann hérna gaukaði mér hugmynd fyrir mörgum árum og hún hefur ekki farið frá mér. Að það sem sagt í 10-12 vikur þegar laxinn á sínum fengitíma, svo ég noti nú kurteislega orð, að þá væri hægt að koma fyrir myndavélum hérna í laxa ákvörðan. Svo væri hægt að vera hérna með sjónvarpsskjá hérna og fylgjast með þessu. Og þetta mikið ævintýra efni. Þetta svona slow TV, ákvörðan. Þá þessu komið frá mér. Heyrðu, svona rétt áður við tökum svona örstutta yfirferð á alla, hérna, þá langar mig að beina einni spurningu til þín, Jóhannes, hérna, að því við erum nú bara öll að læra hérna. Spurning sem kom í gegnum netið hjá áhorfenda. Það ekki mikið rætt um það, en í einhverjum afkimum þá talað möguleikan á því að fjarlægja stífluna upp við Elliðavatn. Taka Elliðavatnsstífluna í burtu. Hvað getur þú sagt okkur möguleg áhrif þess á fiskistofnana í ánni? Bara á svona 30 sekúndum? Ég nú ekki viss með ég geti sagt mikið það því að þetta nú, ég held ég geti meira sér að spara mér það því að það búið að ganga þannig frá byggð þarna að ég sé ekki alveg í fljótu bragði hvernig á að breyta því. Hins vegar þarf að má alveg aðtöga hvort við getum eitthvað snurfusa laxastíðan þarna í gegn en þetta hefur ákveðna kosti og ákveðna ókosti. Það hefur kosti að það svona minni sveifla í renslinu og það hefur líka komið fram í rannsóknum að það hefur sína kosti þegar það sveifla meiri. En ég held bara að þetta sé ekki raunhæft. Ég verð að segja það eins og byggðin þarna fyrir ofan hún miðast við vatnsstöðuna eins og hún núna og ef þetta ætti að fara niður eins og við erum að tala bara í sitt náttúrulega far þá sé ég ekki alveg hvernig en reyndar áður en ég sleppi mikrofónum almennt þá vill ég færa allt til upprunalega horfs það svona mín afstaða en ég bara að reyna að vera praktískur en ég allt svona sem að þessu lítur grunninn þá vill ég bara lifa að þessu vera eins og það var frá öndverðu ef það hægt en við skulum sjá. Ég held að við förum að segja þetta gott, tökum kannski örstutt reynsli hérna, gefa kannski hálfa mínúta manna eitthvað svo leiðis, það pluss stig en við nota ekki allar 30 sekúndurnar. Förum bara öfuga leið núna, byrjum á Alexandru. Minni ykkur á það að félagar í Stangaveiðifélagi Reykjavíkur eru 3600 talsins. Þetta eru, afsakið orðbræði, þetta eru helvíti mörg atkvæði ef við horfum á það þannig. Ykkar kannski, alltaf 30 sekúndu skilaboð til félagsmanna í Stangaveiðifélagi Reykjavíkur og annara veiðimanna og þeirra sem að unna þessum dal. Bara, þetta æðislegt svæði, þið eru að standa ykkur rosalega vel, takk fyrir að bjóða mér hingað. Við ætlum að passa áfram upp á Elliðaárdalinn og Elliðaárnar. Við ætlum að vissulega hafa aðgengi og viljum að fólk fá að njóta þessa en viljum passa að það gerist á þann hátt að það skemmi ekki fyrir neinum og við viljum vinna þetta með ykkur. Bara takk kærlega fyrir geggjakvöld. Takk fyrir. Takk. Ég get ekki stillt mig að nefna því menn hafa verið að spauga hérna með bílastæðin að það var sagt hérna í gamla dag og eftir bolta kemur barn að bílar fylgja fólki og viðfangsefni hverfur ekki þó við hugsum ekki það. Ég hef heimsótt bíllausa lífstílinn í húsunum upp í Gufunesi og það ekki þverfóta fyrir bílum. Þannig að bara nefna það auðvitað með alla aðkomu þá þarf að hugsa fyrir því hvernig það leyst. Og ef bílarnir ekki vera hér, þá þarf að leggja með einhvers staðar annar staðar og hugsa fyrir því hvernig fólki kemst þá í Perluna. Á öðru leyti vil ég bara þakka fyrir mjög góðan fund og upplýsandi. Takk. Já, takk fyrir góðan fund. Ég held við séum öll sammála það að við viljum passa upp á ána og árnar. Við viljum láta árnar njóta vafans. Okkur finnst þið standa ykkur vel. En þetta hins vegar sambúð með dalnum og fleira fólki og það að passa upp á það. Ég mjög ánægður að toppstöðun að fara undir svona jaðaríþróttir og ég held að það hafi verið skemmtilegt. Ég held að muni færa líf í dalinn. En svo svona spurning hvað mestu áhætturnar eru fyrir ána og framtíðina hérna, hvort það sé borgarlína eða hvort það séu ennþá fleiri bílar. Það kannski munur á hvað okkur finnst það. Takk fyrir mig.
Ég játa mig sekan. Ég vann að byggingu á þessari stíplu þarna frá. En svona fyrir utan það, þá ég þakka bara fyrir að fá að vera hérna. Ég búin að kynnast ýmsum sem ég vissi ekki og þið eru frábær, þessir veiðimenn. Takk fyrir mig. Herði, já, takk fyrir bara mjög fræðandi og skemmtilegt kvöld. Ég heyri af áhyggjum ykkar og ég held að þær eru réttmætar að mörgu leyti og ég held að það þýðir ekkert að vera áhyggjufullur. Ég held að við getum losað okkur við margar áhyggjum með meira samtali, aukinni upplýsingagjöf og koma einhverju svona milliliðalausu og formgera eitthvað milliliðalaust varðandi bæði dalinn og svo uppbygginguna allt umkring. Vegna þess að ég held að við séum öll sammála verndun dalsins og lífríkisins og svo vil ég líka bara nefna ég með margar aðrar góðar hugmyndir, ekki bara Slow TV og ég hlakka til samtalsins. Þetta svona. Já, mér langar bara að þakka kærlega fyrir fundinn. Hann var upplýsandi og skemmtilegur. Ég kannski endaði þetta bara á því að vitna í Bandaríkjaforseta sem ótrúlegt fyrrverandi George Bush. Hann sagði einhvern tímann I believe people and fish can coexist, ef ég fyrir rétt með. Og ég held að það sé kannski svona staðan hérna. Við þurfum að bara auðvitað vernda þessa perlu sem við eigum hérna saman og mikilvægt að í þessu miklu framkvæmdum sem eru, við skulum ekkert gera lítið úr því. Við erum öll búin að vera hérna dálítið væmin að tala hvað þetta allt saman æðislegt, en það eru heilmikla framkvæmdir framundan og við þurfum einfaldlega að passa okkur. Skipulagsferlið með ákveðnum hætti og það eru umsagnaraðilar og allt það, en borgin má ekki fara fram úr sér. Það sem hún gerir hér, það hefur áhrif og það getur verið erfitt að taka aftur mistök ef að þau eru gerð. Þannig að ég bara þakka fyrir fundinn, hann var brýn áminning til okkar frambjóðanda að hafa þetta á hreinu, læra og beita okkur sem réttum hætti á næsta kjörtímabili. Takk fyrir kærlega. Já, ég tek undir það. Takk fyrir fundinn og ég held að sé hægt að summa þetta upp bara í mjög fáum orðum. Framöndan eru alls konar framkvæmdir og breytingar sem eru að verða á kerfunum í kringum Elliðaárdalinn. En Sjálfstæðisflokkurinn mun beita sig fyrir því að áin og dalurinn og náttúrun hérna verði í fyrsta sæti. Ég held að það sé alveg eins skýrt og hægt að hafa það og hitt verður svo að vinna í kringum náttúruna sem hér í dalnum. Takk. Já, miklar framkvæmdir framöndan. Mér skipta rosalega miklu máli að við notum gögn og mælingar og tæknina til að hjálpa okkur að einhvern veginn vega og meta sem svona leiðavísi inn í það, hvað að gerast í ánum, hvað borgin að gera og hvað áhrif það að hafa, þannig að við séum bara með mælingu á því og getum þá brugðist við eftir atvikum. Mér fannst ógeðslega góð myndin sem Ragga sýndi hérna áðan, það hérna Brúarfossinn og einhvern veginn það sem allt kemur saman, svona hugsa ég dalinn og svona sé ég þetta fyrir mig til framtíðar. Ég held að við þurfum öll bara dálítið að vera meðvituð það hvað þetta er. Þetta er fjölnota staður sem við einhvern veginn öll eigum að geta notið og passa upp og ég fíla bara samhljómin hérna. Ég held að við munum bara næsta borgarstjórn muni setja þetta í forgang og fókus að hafa þetta í góðu lagi. Takk kærlega fyrir mig. Já, ég vil byrja að þakka bara fyrir frábær erindi Jóhannes og Ragga fyrir inntaki hérna. Þetta var mjög upplýsandi. Takk fyrir það. Þið heyrðu nú alveg hvaðan ég kem, þannig að ég held að þið hafið alveg minn stuðning. Svo átti ég bara að skila kveðju frá Jóni L. Árnasyni, hann er í 5. sæti hjá okkur, hann er meðlimur í félaginu og hérna stanguði félaginu og er að eyða hérna við ána. Og við ræddum einmitt um þetta, hann gæti ekki verið með okkur í kvöld, hann var bara upptekinn. En kveðju frá Jóni. Takk fyrir. Já, við heilsa Jóni. En hérna ég vil þakka fyrir þetta góða boð og þinn fyrirlestur, Jóhannes. Þetta var mjög fræðandi og mun hafa áhrif á okkur. Ég veit líka að sumir af meðframbjóðendum mínum hér í kvöld eru þakklátur fyrir að komast í panel með fulltrúar frá Flokki fólksins. Þannig að nú er það orðið að veruleika og við látum ekkert eftir sitja hérna í frá. En
Ég ætla að þakka ykkur fyrir skemmtilega upplýsandi umræður og fræðslu og ég glemdi reyndar að segja ykkur það, þannig að ég segi ykkur núna, ég er sem sagt í 7. sæti, þannig að ég bið kveðju frá oddvitanum, Guðmundi Inga og talandi glæpamenn Tomma glæpamann, Tommi 2000-limur, það er ekkert að 2000-limum, þeir eru góðir, þeir eru koma úr 2000-unu og eiga að fá aftur séns í lífinu. Takk fyrir það. Herði, þá held ég að við segjum þetta bara gott í kvöld. Þakka ykkur öllum fyrir að koma og taka þátt í þessu samtali. Við hlökkum til að eiga samtal áfram við ykkur. Ég vænti þess að sjá ykkur hver ykkar sem það verði sem að við munum mæta hér í maí eða júní og handsala nýtt meirihlutasamstarf hér á bökkunum. Kæru gestir, félagar, takk fyrir komuna og já, látum það vera. Takk fyrir í kvöld.